Hér er verið sýnt hvernig þú notar Google Photo. Ég heiti Ólafur Kristjánsson og þessi fræðslumóli er í boði Iðunnar fræðsluseturs. Í þessari kennslustiklu ætla ég að sýna hvernig þú notar Google Photo. Ég ætla að byrja á því að sýna þetta hvernig þetta er í tölvunni og svo ætla ég að sýna þér eftir hvernig þetta kemur út í símaviðmótinu. Ég sýni þér hvernig við tökum myndirnar frá símanum yfir á Google Photo og ég ætla að búa til myndaalbúm og hvernig við getum deilt síðan myndunum til vina og kunningja. Og svo ætla ég að sýna þér hérna í tölvunni hvernig við getum svona litgreint myndirnar og gert þær flottari, lýsa þær upp og svona aðeins að eiga við þær. Google Photo kerfið er eiginlega unnið út frá Google Picasa, gamla forritinu sem að Google gaf út hérna fyrir mörgum árum síðan og margir notuðu. Flestir þessir eiginleikar sem eru hérna í kerfinu eru frá Picasa, nema það sem hefur gerst að viðmótið er eiginlega miklu einfaldara og þægilegra. Og ef við skoðum þetta út frá tölvunni, ætla ég að sýna þér hvernig við finnum Google Photo. Þú getur skrifað alltaf í Google leitastrengin Google Photo. Þú getur líka farið hérna í vöflumunstri hérna efst uppi, hægra megin, opnað hér og hérna getur alltaf fundið Photos, hérna. Ef þú finnur þetta ekki hérna, einhverja hluta vegna, þá getur alltaf skrifað Photos og enter. Og þá ertu komin inn. Nú sorteringarnar á myndunum eru tímasettar. Það er að segja, leið og skrolla hérna aðeins niður að þá sérðu hérna hægra megin að þá kemur svona klukka hérna eða dagatal. Nýjustu myndirnar eru efst uppi, elstu myndirnar eru neðst. Það sem gerir Google Photo rosalega sniðugt og þægilegt, það er einmitt hvernig við leitum að myndum. Og það er komin rosalega öflug gervigreind sem bara hjálpar okkur að leita. Þannig að vísu er einn galli að við þurfum að nota ensku. Hérna get ég nota leitastrengu. Ef ég ætla að leita til mig eftir fjalli eða fjallamyndum, þá myndi ég þurfa að skrifa mountain. Og svo ýti ég á enter. Og þá poppa upp allar svona helstu fjallamyndir sem að þú hefur tekið. Að vísu er þetta mjög takmarka sem ég er með hérna inni, en eflaust er þegar þú er komið kannski 20.000 myndir eða eitthvað, þá er þetta alveg óheyrilega mikið sem hún er að leita í. Og ef þú skrifa leitarorðið nature, og þá kemur önnur niðurstaða. Þú getur skrifað people, þú getur skrifað Christmas, ef þú ætlar að fá jólamyndir 2014, þá skrifur þú Christmas, bil 2014, þá farið allar jólamyndir sem voru teknar á þeim tíma. Ef þú farið til Akureyrar, þá getur þú skrifað Akureyri og þá farið allar myndir sem voru teknar á Akureyri. Þetta er mjög öflugt. En ef þú ætlar að vinna til dæmis í mynd, þú ætlar að kannski gera eitthvað smávegis við hana, til að mynda þá er þessi mynd hérna nú aðeins of dökk að mínu áliti. Þá smelli ég bara á myndina sjálfa. Fer hérna efst uppi og hérna eru svona hnappar sem hægt er að nota og sumir kannski útskýra sér sjálfur. Upplýsingar um myndina eru vantarlega þetta hérna og ætlar að henda myndinni, þá er það ruslafatan og ef ætlar að vinna í myndinni þá er þessi svona mynd af einhverju stillitóli að þá smellur á það og færið hérna ýmsa þemur sem eru hérna í boði og það er alltaf að byrja því að fara í sjálfvirkt, smell á það og þá lýsist myndin aðeins. Getur haldið áfram, farið hérna í þessa stikku hér og þá hefur þú svona meira svigrúm til þess að vinna með. Þú getur ýkt upp litin eða farið inn í svarthvíta. Þú getur lýst hana meira og takt eftir í að hérna er lítið flippi. Þannig að þegar þú ætlar að fara í lýsistillingarnar að þú getur tekið þetta hérna niður og hérna hefur ennþá meiri mögulega til þess að vinna myndina. Þú sér hvað þú getur gert hérna. Og svo er þetta náttúrulega smekksatriði hvað þú vilt fá út úr myndinni. Og ef þú vilt hafa svona áhrif eins og sért með húdd á myndavélinni, þá getur þú dregið þennan hérna og fengið svona skugga hérna í kantana. Og þegar þér finnst myndin vera bara orðin góð, að þá smellur ég hérna á lokið, svona. Og takt eftir ég að hérna þetta voru tvær myndir, hérna er önnur sem ég er búin að eiga við og hérna er hin myndin. Sjáum svona smá mun. Nú ef þú ætlar að prenta mynd, þá velur bara einhverja mynd sem þú vilt prenta, fer síðan hérna efst upp í 3 punktana hér og velur print. Þá opnast prentstillingarnar fyrir tölvuna og þú getur prenta út ljósmyndina. Ef þú vilt búa til albúm og deila albúmi, að þá gerur það bara með því að fara hérna í búa til og velja albúm. Þú sér hérna líka vinstra megin að hérna er albúm, að hérna getur þú séð þau albúm sem að búið er að gera fyrir þig. Þannig að hérna er þetta að fara inn og skoða. Takt eftir að hérna er ýmislegt sjálfgefið, það eru klippimyndir, hreyfimyndir, kvikmyndir, þetta er eitthvað sem að Google kemur til með að vinna fyrir þig og setja þetta í þessa möppur. Og síðan er fólk, þannig að Google á eftir að bjóða þær að merkja andlitsmyndir og setja síðan allar andlitsmyndir af viðkomandi inn í þessa möppu. En að búa til sitt eigið albúm, það gerir bara með því að fara hérna í búa til, albúm,
og hérna gefur því nafn. Gefur henni nafni hérna landslagsmyndir og nú hérna kemur albúmið tómt, bæta við myndum. Ég smetla á það hérna. Síðan sérðu að það er komin hérna svona augu hérna. Þannig að hérna dögum er að smetla bara á þær myndir sem ég vil setja í þetta albúm. Svona. Og svona. Nú þegar þetta er komið þá sér þetta efst uppi hægra megin lokið. Smetla það. Myndirnar eru komnar hérna inn í albúmið landslagsmyndir. Nú hérna efst uppi hægra megin eru nokkri hnappar sem þú getur notað. Nú hérna er karfan hérna uppi, það býður mér upp á að búa til myndabók sem ég get pantað og látið prenta og senda mér og kosta pening. Hérna get ég bætt við myndum, semst úr upprunalega myndagrunninn. Nú hérna, þetta merki þýðir að hérna get ég deilt og ef ég ætla að deila þessari uppi hérna, þá get ég skrifað netfang viðkomandi. Ég get líka bara að fara einföldu leiðina, ef ég ætla að hafa þetta bara opið, að þá smetli ég bara búa til tengil hérna, smetla það. Og þá er ég bara búin að opna aðganga þessari myndamöppu og get deilt inn í hvar sem er. Ég get sendið þetta á WhatsApp, ég get sendið þetta í Messenger eða Twitter. Það er að nota bara tengilin. Eina sem það er að gera, það er að afrita tengilin hér og líma sig inn í Messenger eða þar sem ég vil senda. Ég get líka sendið bara í tölvupósti ef því er að skipta. Þannig að þegar það er komið, þá bara er ég búin að afrita þetta og get ég sendið þetta. Nú önnur leið til að gefa aðganga þessu, það er bara að smetla hérna á plúsin. Hérna. Og þá get ég leyft viðkomandi að setja myndir inn líka ef því er að skipta. Ef viðkomandi er að nota sama kerfi, getur hann líka að setja myndir. Nú til að fara út úr albúminu þá fer ég hérna efst upp í vinstra megin og smetli hérna tilbaka. Nú ef þú vilt eyða síðan albúminu, þá gerur það bara með því að fara í albúmið og sjár þetta 3 lóðrétta punkta, þú smetlir á þá og ferði að eyða. Og hérna eru nokkur atriði sem þú getur líka í rauninu unni með. En ef þú eyðir albúmi, þá eyðast ekki myndirnar sem voru í albúminu. Þær eru alltaf inn í grunninum. Það sem gerir Google svona þægilegt og notendavænt, að þú hefur ótakmarkað gagnamagn inn á Google Photos. Þú getur sett nánast endalaust inn á myndum. Ef þú ert ekki með nægilega mikið geymslupláss, þá hefur Google leyfi til þess að þjappa myndunum örlítið, en það er eitthvað sem þarf kannski ekki að hafa miklar áhyggjur af. Og ef þú kaupir terabæta geymslupláss, að þá hefur alveg gríðarlega mikið pláss fyrir myndir. Næst ætla ég að sýna hvernig þetta kemur út í símanum. Og ef þú þarft að byrja því að sækja sjálfsögðu Google Photos og í þessu tilfelli er það, í Android er það Play Store, annars er það bara App Store hérna í iPhone og þú þarft að leita eftir Google Photos og þegar þú sér þetta logo hérna þá smellur bara á Install. En það sem ég er búin að sækja þá get ég farið hérna í Open. Nú forritið liggur síðan bara hérna og það sem ég geri, ég bara smelli á það og hérna koma bara þær sömu myndir og þú ert með í tölvunni. Þegar þú setur myndirnar upp í tölvuna út frá þessu, þá þarftu að fara inn í forritið og síðan er uppsetningi bara sjálfvirkt. En það sem ég ætla að gera hérna, ég ætla að taka mynd af lítilli styttu hérna til að sýna hvernig við tökum myndir og setjum upp í tölvuna. Þannig ég fer bara í myndavélina í símanum. Fer síðan í forritið og við sjáum hérna efst uppi að þarna er verið að setja myndin inn. Þannig að þegar við skoðum þetta síðan í tölvunni, þá er myndin komin inn hérna. Nú síðan get ég smellt á myndina, smellt hér, smellt á þennan effekt hérna og þegar ég er sáttur þá smellt ég hérna á lokið og síðan get ég bara farið smellt hér til þess að deilinni. Tekið búa til tengil, svona. Og þarna get ég þá í reyni deilt inn á Messenger, WhatsApp eða senda henni tölvupósti með því að afrita hérna og loka þessu. Ég hefði líka geta bara smellt hérna og smellt beint á Facebook að því ég tengdur Facebook út frá þessum vafra að þá fer þetta bara beint inn á Facebookið mitt og myndin bara stendur þar. Nú að lokum, það eina sem þú þarft að vera með til þess að geta virkið Google Photo er í reyni bara að vera með Gmail eða Google aðgang.